1, 2, 3, 4, 5. Erum við góðir? Já. Förum við loftið? Það heyrðist ekki í honum eða? 1, 2, 1, 2. Og við erum komin hér á stað í skautahöllinni í Egilshöll. Hér skautafélag Akureyrar að heimsækja Fjölni. Ég heiti Helgi Páll Þórðarsson og við lýsa því sem fyrir augu ber. Við biðjumst velvirðingar á töfunum á þessum leik en svona á tæknilega vandamál hér fyrir heflun orsökuðu hérna tafirnar en það er annað mál. Leikurinn er komin af stað og hér er Andri Mík í horninu. Jói Leifs djöflaðist eitthvað. Og við erum, Skautar á Akureyrar spilaði leik núna á fimmtudagskvöldinu núna seinasta á móti Skautar á Reykjavíkur, vann það 6-2. Fjölnir hafa átt pínu erfitt uppdráttar þessum aður vitri en hafa eiginlega alltaf verið ógnandi. Unnar Rúnarsson hér, pökk inn fyrir bláu og tekur skotið en hann verð þetta í markinu. Mér sýnast þetta sé hann Þór Aspar sem stendur í markinu hjá Fjölni. Við fáum hérna uppkast í varnarsæði Fjölnis og það er títtnefndur Unnar Rúnarsson sem er í uppkastinu. Á móti honum, nú sé ég ekki alveg númer á þessum manni hérna. Mér sýnast þetta að vera Falur Guðnason fyrir Fjölni. Ég þarf að sjá númerið betur. Eitthvað er Sindri Gunnarsson aðaldómari leiksins hérna að gefa mönnum orðið í eyra fyrir að standa ekki alveg rétt í uppkastinu. Og það er SS að vinna þetta uppkast. Axel með skot á löngu færi hérna næri gegn. En Þórir Aspar í markinu vel vakandi og grípur þetta. Við fáum aftur uppkast. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Viktor kemur hérna pökkinu mót á kantinn. Þar var leikmaður númer Líridon, númer 77 Líridon Dupliaku sem hann ógnaði eitthvað. En Akureyringar frista pökkinn og við fáum uppkast í varnarsvæði SA. Nei, þetta hefur eflaust verið Líridon sem var í uppkastinu áðan og er hér aftur. Og hér fá Fjölnismenn áminningu fyrir uppkastið. Það er Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Og þá kemur pökkinu upp hérna Aron Ingarsson. Það er hörkubarátta. Róbert Hafberg sendir pökkinn tilbaka hérna. Og það leggja Akureyringar af stað. Hávolug sending upp í loftið. Endar þarna í höndunum á Róberti Hafberg sem tekur skot. Hann er með fín skot að Róbert Hafberg. Föst nákvæm. En náði nú ekki að skora þarna fram hjá Þóri Aspar þetta skiptið. Komar hann löng sending hérna upp. Og hann Mattias Martin Simanek sem reynir að koma hérna frá. En það er Pétur Sigursson sem tekur pökkinn á honum og skýtur á markið. Já, alveg eins og hjá Skautafélag Akureyrar. Þá voru þjálfaraskipti, hvað getum við kallað það? Það er komin nýr maður í brúna hjá Fjölni og það er enginn annar en Gunnar Guðmundsson. Hann er uppalinn bjarnamaður frá Blautuvatnsfinni, öllum hnútum kunnugur í þessu liði, en áfram heldur leikurinn. Langt skot þarna, frákast. Hilmar að komast í gegn hérna.
Viktor skópla pekkinum út og þar kemur Kolbeinn Sveinbjarnarson nær að valda hana usla og heldur áfram í því. Marteinn sem er ekki stendur pökkina þvert yfir. Viktor Örn hýrið þrættu upp. Ágætist tilraun hérna á sendingu á hann Hilmar en sendingin aðeins og aftarlega. Sendingin frá honum Viggo Hlynssyni. Pökkur rúlar í frystingu og við fáum uppkast í varnarsæði Fjölnis. Og það er SS að vinnur þetta uppkast. Og það er skot á löngu færi hérna á blálinni frá honum Arnari Kristjánssoni sem var bara nýverið valinn besti maður móts, eða var besti varnarmaður mótsins U20 sem var í Serbíu. Þar náði Ísland bronsverðlaunum að minni rétt. Og hér er Jói Leifsson. Hann er að komast inn í gegnum allt og alla á Jói. Og Andri Mikaelsson var hérna með honum eins og oft áður. Hér fáum við dóm. Já, mér sýnist leikmaður Fjölnis vera að fá hér dóm fyrir að fella. Þetta er leikmaður númer 5, Viktor Mojsíček. Og það þýðir að Skautafélag Akureyrar er að spila hér á yfirtölunni í sléttar 2 mínútur. Róbert er að koma pekkinum út, hann er ekki. Akureyringarnir ná að stilla hérna upp. Axel Unnar reynir hann að skoti gegnum Viktor en tekst það ekki. Enda er Viktor stærri gerðin af varnarmanni, tekur pláss. Og það kemur Atli á siglingunni hérna í gegn. Sendir pökkinn upp hér á Unnar. Löngsendi hérna yfir hingkantinn, þar er hann Arnar. Ung og frísk lína hérna hjá þessa, gott spil hérna hjá þeim. Fín tilraun hérna. Góð sending á Robert Haberg. Inn á í hæslátið á hann sildinn og tók hérna létta bakhönd. En Þórir Aspar var alveg klár á því hvað var að fara að gerast þarna, náði að verja. Og það eru Fjölnismenn sem svona ná pota í þetta uppkast en áfram eru Akureyringar hér með pínlítið töglun og haldirnar á spilinu. Hann er að reynsa hérna út. Já, það er spurning hver er að spila í númerinu hans Úlfars, því að það er klárlega ekki Úlfar sjálfur. Það er skautandi maður öðruvísi heldur en Úlfar. Það sér maður langa leiðir. Þarna vildi Akureyringar fá okkar dæmt en ekkert flauta, segir dómarinn. Hér kemur Unnar á siglingunni. Alveg á fleygiferð, kemst hérna fram í hjá allt öllum. Það er Viktor, tekur pökkinn og hendur hann út bara með afli. Atli, Róbert Haberg hérna, komur á siglinguna, sendir hérna pökkinn yfir. Eru komnir inn í svæðið, Baltasar með skotið og mark!
listilega vel gert hjá Baltasar. Tekur bara skotið þarna eiginlega bara í gegnum lappirnar á varnarmanninum. Þór Eyrars bara kemur litlum vörnum við og pökkurinn endar í markinu. Þá staðan orðin 1-0 fyrir Skautafélag Akureyrar. En dómara tríó kvöldsins, það Sundri Gunnarsson, Elva Hjálmarsdóttir og Ingólfur Elías Tryggvason minni mig. Matthías inn í hóðinu, hann var á sér hressa tæklingu hann í hóðinu frá honum Viktori. Svo ég sagt að Viktor er mikill varnarmaður á stærð, ekki kannski beint þægilegt að fá hann á sig. En hér eru að fá dóm. Sindri dómari með hendur á lofti. Há Kilva segir hann. Sýnist Viktor Örn Svaðsson vera að fara í bóksið. Tvær mínútur, Há Kilva. Þetta byrjar ekki vel fyrir Fjölni. Hérna þeir eru búin að fá tvo tveggja mínútna dómarana bara á örskömmum tíma. Lotan ekki einu sinni hálfnuð, býðinu við 2+2 segir Sindri. Það hefur verið einhver blóðgun hérna á þeim sem var fyrir tæklingunni hans. Þá það 2+2 mínútur. Þannig að Fjölnir verður hér manni færri í 4 mínútur. Það getur verið þeim dýrt. Einhver létt vandræði á ritarabóksinu. Við að reyna að koma brotunum rétt inn upp á töfluna. Þetta verður auðvitað allt saman að vera upp á punkt og prigg. Sýnist þetta vera að koma upp á töfluna. Allavega þessa klukku sem hér official klukkan en ekki á skjáin hjá okkur hérna. En það breytir engu. Leikmaður mun sitja í 4 mínútur í refsibóksinu. Eða allavega munu þeir vera manni færri í 4 mínútur. Þeir ná að kasta pekkinum hér út úr svæðinu. En það Jói Leifs sem kemur pökkinn. Ormur hér. Nær að koma pekkinum yfir á Jóa. Það fær hann að smá byltu frá Líridon. Hafþór. Andri. Sendi hér á Ormur. Hafi. Löng sendi hérna yfir. Það Jói. Hvað gerir Jói? Siglir hérna upp á bláu. Tekur léttar. Alls konar tricks hérna. Pökkurinn lausi fyrir á markið. Mikill darratans hérna. Pökkurinn fylgdi ekki inn. Ormur með skotið á löngu færi. Mikill hamagangur í þessari sókn hjá þessa. Hafþór hérna. Jóhann Leifsson. Reynir að koma pekkinu djúpt niður. Andri mikið með skotið hérna. Hafþór hérna róar dæðis niður. Sendir pekkinu hérna yfir á Atla. Hver komin hérna inn? Já, Arnar hérna með honum. Það þessi unga léttleikandi lína komin inn á ísinn. Baltasar.
Inn í hóðinu róar þetta vel niður. Atli, Unnar. Kemur pekkinum hérna. Róbert Hafres hendi pökkinn bara út af. Þetta hjálpar Fjölnismönnum aðeins. Þeir ná að taka skiptingu þarna. Þeir koma strax tilbaka. Róbert missir pökkinn hérna í höndin á Kristján Jóhannesinni sem hefur getið að sér sem gott orð sem markmaður í Old Boys, en það annar mál. Það búið að vera heldur meira að gera hjá honum Þóri í marki Fjölnis heldur en hjá honum hvort þetta sé Róbert sem standi þarna í markinu hjá SA. Ég þarf nú að sjá númerið. Björn Leifsson, Jakobsson minna ég, og hann tekur skotið. Þekktur fyrir þessi skot á blálínni. Hann, Björn Már Jakobsson, hefur nokkrar fjörurnarsopið í gegnum tíðina. Þeir koma hér, löng sending, Andra Sverris. Jóhann Leifsson með honum. Jóhann heldur með pekkinu minna niður í hornið. Hafþór sigur hann að miðju. Yfir á Jóhann, yfir á Björn. Aftur yfir Jóhann. Jóhann reynir að taka sendingur hann inn í hornið. Hafþór eltir. Andri Sverris hérna, reynir að senda upp á bláu. Það er Unnar tekur skotið, lendir í vörnarverknum hana. Þetta er orðið búið að vera strempið fyrir Fjölnismenn hérna. Þeir eru búin að vera núna í... Þetta er mikil hætta á ferðum hérna. Fínt skot frá Unnari og hann fylgdi því eftir. Hafþór. Þeir ná að bæja hættunni vel frá Fjölnismenn. Þeir eru búin að vera búnir að vera 4 í 1,5 mínútu. Við fáum uppkast hér í varnarsvæði Fjölnis. Og það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. En Akureyringar ná nú hérna stjórn á þessu fyrr. Fín spilamennska hérna. Það munaði ekki miklu að hann... það var Unnar sem átti skotið hérna fór í stöngina. Ótrúleg sending frá Róberti Hafberg hérna fyrir markið. Baltasar hendir pekkinum niður í baka mark. Þar er Róbert. Gerir Róbert. Þannig að vera Unnar staldra við. Reynir að koma pekkinum áfram. Hér er. Þetta var pullandi færi hérna hjá Róberti Hafberg. En mér sýndist nú vörnin hjá... hvort það var ekki Falur Guðnason sem náði kilunni þannig í pökkinu og hann fór upp í loftið og í möskvana fyrir ofan glerið. Það er Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Þeir hafa nú verið greinilega lengur heldur en bara 1,5 mínútu í bóksinu. Hann áðan. Fín sókn hérna hjá Fjölni. Ágætis til hjá Viggo. Þeir eru að reyna mikið hérna. Martin sem er langt skot hérna. Lendir hérna í vörninni hjá SA. Andri Sverris sendir pökkinn áfram á Mattias. En Mattias nær hann ekki. Hilmar nær að pota pekkinum hérna áfram en pota pekkinum fram hjá Andra Skúlasinni en það var ófast. Þannig að pökkunum rann í æsing eða í frystingu. Og við fáum uppkast hér í varnarsvæði Fjölnis þegar að lotan er rétt rúmlega hálfnuð. Staðan 1-0 fyrir SA. Og það eru Akureyringar sem ná þessu uppkasti en Fjölnismenn sem eru hér með þetta
eða hvað? Jói kemur pekkinu bak við markið. Það er Andri Mikaelsson. Arnar tekur bara skotið, löngu færi. Þórir bæir hættunni frá. Áfram hörð sókn að marki Fjölnis. Viktor kominn úr prísundinni. Hér eru komin margir býðinu við. Hvað er hér? Falur. Þeir ná að grípa pökkinn hérna. Líridon grípur pökkinn hérna. Göldrum líkast bara á loftinu. Hér er laufléttur Daradans fyrir framann varamannabekkina hjá liðunum. Hér eru Fjölnismenn að stilla upp nýju skrensi. Þeim tekst það svona næstu því. Ykkur smá mistök í gangi hérna. Brynja Bergmann hér sem er búinn að taka skautuna fram að nýju fyrir Fjölni. Akureyri koma inn áfram, Ormur reynir að komast áfram. Áfram heldur leikurinn. Andri, löngsending fram hérna. Pekkinu speglað áfram. Og það fara að stað hér. En er Viggo. Hvað gerir Viggo? Hann sillar henni gegn. Hörð tækling hérna í horninu. En þeir standa nú upp frá þessu og klappa á hvorurum og kállinn. Áfram Gakk. Leikurinn heldur áfram. Löngsending hér upp yfir. Þetta er Líridon. Hann kemst hérna fram hjá. Hvað gerir hann? Hann kominn inn. Hann reynir að taka skotið. Vel var í Róberti þarna. Rosalega þröngt færi. Og hér kemur skotið. Það var Viktor sem var brotlegur áðan en kom með gott skot hérna fyrir Fjölni. Og aftur skot og þetta er stöngin út. Þetta er rosalegt. Fín spilamennska í Fjölni núna. Viktor skot á mark. Áfram með spilað. Hilmar. Þeir eru að koma pekkinu djúpt. Pökkun lendir í höndunum á Jóleifs. Jóleifs hérna horfur upp. Löngsending fram á. Þar er Róbert Haber. Hvað gerir Róbert? Sko hann ver þetta. Hann Þórir Rask bara ver þetta. Alveg magnað. Líridon. Kemur þetta með. Og tekur skotið. Og það speglast þarna mönnum. Já. Einhver hiti hér í mönnum. Martin Svoboda hana hefur þeim rauðu fundist. Hann verður eitthvað full ágangsarður á markinu en þarna uppsker Unnar Rúnarsson 2 mínútur fyrir röffing eða grófan leik eða hörku, hvað á að kalla þetta. Það þýðir að Fjölnismenn munu spila manni fleiri næstu 2 mínútur. Staðan er ennþá 1-0. Merkilegt nokk miðað við fjölda skota sem er búið að dynja á honum Þórir Aspar í marki Fjölnis. Hann er búinn að standa sig vel. Hefur minna mætt á honum. Já, mér finnst þetta að vera Róbert sem stendur í markinu hjá skautafélag Akureyrar. Hann er búinn að fá að sig minna skotum. En hann er búinn að standa sig vel enga að síður. Martin kemur yfir á Róbert Pálsson, sendir hérna yfir að Viggo. Viggo komur hérna inn í svæðið, stillir hérna rólega upp. Atli eltir hann hérna í hornið. Martin. Hérna rúlar til blálinu. Róbert. Niður í horn. Viggo. Róbert. Viggo. Brynjar hérna. Og fín sendingarna fyrir en hann komst rétt í sendingun hana. Róbert Hafberg er kominn, sendir hérna fyrir og þeir skora hérna manni færri. Þetta var alveg frábær sending frá Róberti Hafberg yfir á Mattias. Og Mattias skoraði. Staðan orðin 2-0 fyrir SA.
Fjölnismenn þurfa að ná að nýta sér þetta tækifæri, vera manni fleiri núna í rúma mínútu og svara þessu mörkum. Pétur kemur pekkinu með djúpt í þeirra svæði. Löng sending hér yfir, engin fristing þar sem Akureyringur manni færri. Viggo kemur pekkinum áfram og pökkurinn skóplast hérna út af. Og við fáum uppkast í varnarsvæði SA. Nú Falur Gunnarsson kominn hér í uppkastið. Og það eru Akureyringar sem vinnandi samt. Ormur reynir að koma pekkinum út en gengur ekki. Lýredán kemur pekkinum yfir. Og það skot. Og það markið úr opið þarna. Ég reynaði þverstendingu yfir Lýredán. Já, þessi sem þykist Úlfar eða Úlfar, ég veit það ekki. Og þetta var þvílíkt tækifæri þarna. Stóð þarna á, bara á þröskuldinum. Hann Falur náði ekki almennilegu skoti. Ég pökkur komin á kantinn. Skot yfir Lýredán. Úlfar. Og það skot og þetta allt saman eiginlega bara rétt framhjá. Unnar Rúnarsson hérna nær að komast inn í þetta. Hvað gerir Unnar? Og hann skorar! Unnar Rúnarsson kemur bara lóðbeint út úr FC-boxinu og tekur pökkinn með sér og skorar eitt síns liðs. Eitthvað eru dómararnir að ræða hér málin. Eitthvað að ræða hér málin eftir þetta mark. Fjölnismenn kvarta yfir því að Unnar Rúnarsson hafi ekki verið kominn út úr refsiboxinu áður hann blandaði sér inn í leikinn. En það engin tök til að skoða og ræða það. En við höfum bara beint í næsta uppkast. Staðan 3-0 fyrir SA. Liðin orðin hér jöfn af styrk. Baltasar hérna tekur skotið. Martin Semanek, löng sending fram hérna. Þar Kolbeinn Sveinbjarnarson, kemur pekkinum yfir á Hilmar. Fínt skot á hann fylgir og eftir pökkurlausir framann. En þeir koma pekkinum út. Sýndist þetta var Baltasar sem skóplaði pekkinum í burtu. Og það bara að halda áfram að spila. Pökkunum rann ekki nógu hratt niður eftir. Martin sendir hérna pökkin yfir. Hann fær hann aftur hingað til sín á kantinn. Eitthvað er útspilið hjá þeim svartklæddu ekki að ganga. Björn Már Jakobsson hendir pekkinu bara djúpt niður eða reynir að það hjá meistarkosti. Martin Róbert Pálsson hendir pekkinu bara hringinn í hring og alla leið yfir og við fáum fristingu. Þrjár mínútur og 19 sekúndur eftir að fyrsta leikhluta. Staðan 3-0 fyrir SA. Uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Það eru Akureyringar sem ná völdunum í þessu uppkasti. Jói hér smá dansi við hann Martin Semanek. Og skot! Fínasta skot frá honum Atla hérna hátt á blálínni en enginn fyrir framann og
var enginn fyrir framan hann, þannig að hann sá þetta skot allan tíman, hann Þórir Aspar. Nei, mér sýnist nú Styrmir vera komin í markið. Það er hentugt þegar að markmennir eru með sikkot lítinn á hjálmænum. Styrmir er með svartan, Þórir er með hvítan. Og það er Styrmir sem er komin inn í markið. Mikill hamagangur hérna. Og hér koma þeir Akureyringarnir. Róbert Hafberg er að koma pekkinum á félaga sinn hann fram í hann Baltasar, en hann næst ekki. Býður nú við. Og hvað segir hann? Hvað segir Sindri? Jú, rauður 15. Baltasar er að fara hér í boxið. Tvær mínútur fyrir að krækja eða hooking. Það þýðir það að Baltasar kemur inn á ísinn þegar það eru 38 sekúndur eftir að á leiklutanum. Það er Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Róbert. Brynjar hérna í horninu, sendir aftur upp á blálun til Róbert. Róbert. Brynjar. Nei, þetta er Viggo. Nei, þetta er Hilmar Birgið. Hvernig hann bara þekkja á alla þess undur. Jæja, Róbert. Hilmar hérna verður aðeins af sendingunni. Pökkurinn hérna á einhverju flakki hérna við mark Essa. En Róbert í marki Essa fristi pökkinn bara í hvelli. Leist ekkert á blikuna. Og við fáum hér uppkast í varnarsvæði Essa. Þeir ná ekki alveg að nýta sér þetta Fjölnismenn. Falur hérna á kantinum, sendir pökkinn aftur niður. Það er Viktor. Hvað gerir Viktor? Hann er að skýla pekkinum hérna, snúa við og af stað. Hérna koma þær allir. Líridón hérna með honum. Líridón og Falur, pökkur undir á blálínu og þar er enginn á blálínunni. Allir farnir í kaffi, ég veit það ekki. Og hér fáum við rangstöðuna. Hann var helst til og seitt úr svæðinu, hann Líridón Dupliegu. Þar með er uppkastið komið inn í varnarsvæði Fjölnis. Þeir vilja meina að þetta hafi verið ásætningsrangstaða. Þeir dómara gengið sem verið að flauta þennan leik. Ekki ætlum við að fara að deila við þá, ekki frekar en fyrir daginn. Jájá. Það er Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Martin yfir á Róbert. Róbert hinnar óverða niður hérna bak við markið. Martin leggur af stað. Sendir hérna yfir á kantinn. Þarna var hann Viggo. Pökkurinn komin í hendunum Róberti. Róbert hérna siglir inn. Sendir pökkinn alla leið yfir. Þar hendir Martin Semning tilbaka. Róbert hérna eitthvað að fipast á pekkinum. Pökkurinn komin djúpt. Brynjar. Róbert. Hilmar. Martin. Tekur skotið. Og rétt framjá. Pökkurinn er laus og markið líka. Pökkurinn er laus og markið líka. Svo verið sem hendurnar hjá leikmönnum hafa líka losnað. Ein mínúta og 1 sekúnda eftir að fyrsta leikluta. Þetta er búið að vera hörku fjör hérna þessa fyrstu lótu.
Fjölnir vinnur þetta. Líridon. Kemur pekkinum yfir. Þeir missa hérna stjórn á pekkinum aðeins. Pökkunum komið hann yfir. Líridon. Og hvað? Planta sér á bak við markið. Það hinkrað. Líridon. Fipast á skotinu hérna. Og það er skot á löngu færi. Já. Þeir eru ekki alveg að ná að nýta sér þessi tækifæri. Fjölnismenn þar að segja. En þar var jafnt í liðum. 23 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Áfram, halda Fjölnismenn áfram. Andri Sverris. Hátt upp í loftið. Bökkurinn eitthvað að skoppa hérna. Það eru Fjölnismenn sem ná einhvern veginn að halda þessu einhvern veginn gangandi. 2 sekúndur, 1. Og hér lýkur fyrsta leikluta í þessum annars bráðfjöruleik hér í Egilshöll. Við ætlum að taka okkur stutt hlé. Fá okkur uppáhællinguna sem fæst í sjoppunni, en í hvet fólk endri til þess að kíkja hér í höllina og horfa á þennan bráðfjöruleik. Sjáumst eftir 15 mínútur.
Já. Já. Gera næsta leikmenn. Senda hvern? Ha? Er það komið í loftið? Nei. En myndin er á mér núna. Jæja. Nú er búið að hella í sig kaffi. Og annar leikluti er hér að fara að rúlla staðan 3-0 fyrir SA. Og það eru Akureyringar sem vinna hér fyrsta uppkastið í öðrum leikluta. Jói Leifs hérna í baráttunni 1, 2, 3, 4. Og Arnar kemur pekkinu minna yfir á Jóa á blálínni. En það er Róbert Pálsson sem tekur pekkinn. Finnum við. Hér koma þær á siglingunni. Sölvi. Þetta er Einar. Pökkunum fyrir röðin yfir. Það er Andri Mikaelsson og Róbert Pálsson sem etja hann að kappi. Sölvi. Viktor. Fjölnismenn á róta hérna niður. Róbi hérna með sendingun áfram. Og hver er þarna? Jú, það er Hilmar. Hilmar tekur bara skotið. Þetta var beint í kassan á honum. Og við fáum inn uppkast í varnarsvæði þessa. Og það eru Akureyringar sem vinna þetta. Svo sem vann þetta var Aron Ingvarsson. Hann er þarna ennþá í innabyrnu við. Smá hætta á ferðum hann fyrir Akureyringa. Hilmar tekur bögginn, sendir yfir á Viktor. Viktor tekur skoti bara og lendir hann í einu með 2 varnarmönnum. Róbert Haberg hérna. 1 og 2 í sér. Þetta eitthvað létt niður. Böggunum hérna, Viktor, skotið. Róbert varði þetta bara og gróf pökkinn bara í jörðina. Ekkert að stressa sig á þessu. Og við fáum uppkast hérna. Lírdon Duplico á móti, já, mér syndist þetta að vera Mattias á mótunum. Andri Sverris, löng sending yfir hana á Pétur Sigurðsson, hann er komin á siglingunni inn. Hvað gerir Pétur? Pétur reynir skotið. Fær hana létta byltu frá honum Andra Helgasinni, syndist mér. Hann er klárlega einn af þessum leikmönnum sem hefur svona dottið inn af og til. Hér viðnum við. Falur. Munar litlu og hann æði hérna skotinu. Hér er pökkurinn laus fyrir á marki. Hvað gerir Falur? Reynir skotinu og það er mark!
Þetta var mikið unnið í þessu marki. Ég held að hann hafi fengið á þessi 3 skot þarna, hann Róbert í markinu. Ég náði nú ekki alveg hver skoraði þarna. Sýndist þetta að vera Andri Helgason sem skoraði, er samt ekki viss. Það verður væntanlega annonsað. Eða hvað? Nei, ekki var það annonsað. En hér heldur leikurinn áfram. Viktor sendir pökkinn upp á Einar, sendir pökkinn yfir á Sölva. Sölvi nær að snerta hann. Borgþór eltir hann hérna. Það var þetta ekki Borgþór, maður sjá. Jú, Bergþór. Þeir eru komnir hérna í 1 hnapp. Arnar, pökkinn í horninu. Pökkinn yfir á Borgþór. Bergþór fyrirgefið. Þeir njá að brjóta þessa sókn á baka aftur. Fjölnismenn. Viktor kemur undan marki hérna, sendir yfir á kantinn. Þar er enginn nema Björn Már Jakobsson. Reynir að koma pekkinu djúpt niður. Eitthvað gengur illa að koma sendingunum áfram. Þeir sendi eitthvað hingað og þangað, hálfgerð leikleysa. En hérna gerist eitthvað. Kolbeinn, Sveinbjörn svo komin inn, tekur henni skoti hérna í gegn, gengur ekki. Bökkum komin djúpt. Létt tækling hérna á hann Hilmar. Unnar. Kemur pökkinum á Róbert Haberg. Róbert, skotið. Styrmir varði þetta. Unnar hérna áfram í baráttunni baka mark. Aron. Reynir skotið bara á mark. En þar er Viktor. Martin. Yfir hérna á. Já, fyrir þetta. Sé ekki númerið. Þarna var einhver misskilningur í sókninni. Hilmar sendi pökkinn fast upp í kantinum en það vantaði mannan á fjær bláu til að taka við hennum. Og við fáum uppkast hér í varnarsæði Fjölnis. Það er Mattías og Viggo sem mætast hér á miðjunni. Það er Fjölnir sem vinnur þetta. Viktor sendir pökkinn yfir á kantinn inn á Hilmar. Hilmar komin á ferðina. Andri Sverris eltir hann. Martin sendir inn áfram. Martin Svoboda hér, nummer 47. Sendingan er ekki alveg að hitta hjá Fjölni akkur þessa stundina. En býðinu við, kemur Martin Semanek, kemur í gegnum alla, eða hvað? Nei. Einhvern veginn er það. Sendingan upp á kantinn, gekk ekki alveg. Jói sendir pökkinn áfram. Bjóst við að Andri Mík myndi skauta inn í þetta en Andri var ekki alveg á þeim buxunum. Robby Páls kemur pökkinum áfram. Bökkurinn fyrir út fyrir bláu og inn aftur. Og þar var Arnar sem snerti pökkinn og það verður þarna rángstaða og við fáum uppkast. Það er Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Pökkinn er kominn inn í svæði Fjölnis. Robby Páls hérna. Löng sending fram. Hver er þar? Há sending langt yfir. Það er Sölvi. Það er ekki alveg að koma Pökkinn djúpt niður. Pökkinn skópla áfram. Akureyringar henda Pökkinnum í frystingu.
En eru Akureyringarnir svolítið að vinna uppköstin hérna. Sýnist að pökkurinn hafi býðuna við. Mér sýnist Sindri vera að dama hér mann út af. Jú, mér sýnist Arnar Kristjánsson vera að fara. Arnar Kristjánsson er að fara hér í bóksið. Að öllum líkindum 2 mínútur fyrir leiktöf. Hvort að pökkurinn hafi verið sendur beint út af, það er allavega tilfinning dómarana og það er það sem er dæmt. 2 mínútur skulu það vera. Þarna eru margir þeirra rauðklæddu ósammála þessu. Við að bíða eftir að refsi tíminn komi upp á klukkuna. En þá hinkrum við eftir því. Einhver eru tæknilegu vandræðin í bóksinu. Þannig að dómurinn næst ekki upp á klukkuna. Þarna kom dómurinn. Já, það hefur verið Baltasar sem hefur farið í bóksið þessar 2 mínútur fyrir leiktöf. Og hér er löng sending fram. Þarna var hann Martin Svoboda. Viktor hérna tekur pökkinn baka markið. Kemur pökkinum út á kantinn. Þar er Líridon. Reynir að koma pökkinum upp á kantinn á Andra Helga. Viktor. Líridon. Rosalegt mark hérna krakkar. Sáu þetta. Ég skal segja ykkur það. Þarna kom flugsending frá Líridon Dupligo á Martin Svoboda. Hann tók hann eiginlega bara viðstöðulaust. Bara leið og pökkurinn lendi og sett hann beint upp í þagnitið hjá Róberti Steingrímssyni sem stóð í markinu. Þetta var rosalegt mark, krakkar. Og við fáum hérna. Þetta tók sléttar 33 sekúndur fyrir Fjölni að, já, minnka forskot þessa. Hanna, nú er búið að hreinsa dóminn af klukkunni og við höldum áfram. Unnar hér, koma pekkinum á þig, koma pekkinum áfram. Jói Leifs og Unnar sammenningu. Þeir skópla pekkinum út. Nú koma Fjölnismenn, konum með blóð og tennurnar. Atli. Unnar, býður nú við. Pökkunum komin hendur og Sölva. Viktor. Robby. Fínt spil hjá Fjölnismennu núna. Hér er konar, Hilmar, reynir hann að skoti, lendir í vörðin hjá Atla. Akureyringar hafa eitthvað stuðast við þetta mark. Kemur Hilmar á ferðinni. Hann tekið niður hérna. Nei, engin dómur, segir Sindri dómari. Áfram skal spilað.
engin hákíló hér. Unnar Hafberg komið með pökkinn í hendurnar. Hann núna að glíma hér við allnokkra svartklædda leikmenn. Viktor hendir pekkinu bara með battanum. Ormur sendir yfir á Atla hérna. Atli kominn á siglinguna. Sendir yfir á miðjuna. Það var Matthías. Pétur reynir hann að skotið. Viktor stoppaði hann. Áfram hér smá daradans. Martin yfir á Martin Svoboda. Martin með skotið. Róbert varði þetta. Það komin ákveðið meðvindur með Fjölnismönnum hér í kvöld. Allavega þennan fyrri helming þessar annar lótu. Áfram heldur þess að vinna uppkvöstinn. Matthías út á kantinn hér á Róbert Hafberg. Róbert, siglinguna að staðina. Reynir langa sendingu hérna. Hefnast ekki alveg. Martin Svoboda hendir pekkinum djúpt niður. Róbert stoppar pökkinn. Martin. Þeir ná að henda pekkinum út Akureyringar. Jóhamar reynir að koma pekkinum inn en nærði ekki. Róbert Hafberg hendir pekkinum inn. Andri kemur pekkin út á kantinn. Falur kom pekkinum aftur niður eftir. Andri ennþá hérna í baráttunni í horninu. Ágætis til hérna Ormur. Flott skot hátt uppi. Hann komst rétt í hann. Hann Styrmir Snorrason sem stendur í markinu núna. Martin. Andri mikið á mótunum. Sending í lofti hérna. Hann tók hann niður bara með kilfunni hann. Liridon Dublíku. Bergþór sendir tilbaka hérna á Orm. Ormur hérna skautar upp. Kemur pekkinum inn í svæði. Róbert Pálsson út á kantinn. Siglir hérna inn í gegnum alla. Hann Arnar. Alls konar kúnstir hér. Hvað gerist? Skotið en það fer í varnarmúrinn og framhjá. Viktor fyrir að Sölva. Sölvi kemur pökkinum áfram eða hvað? Nei, Andri Sverris. Þarna yfir á Arnar. Arnar tekur skotið. Styrmir Snorrason alveg klárið þetta. Mikill hamagangur hérna. Beint þetta uppkastið. Viggo mistur pökkinu frá sér hérna aðeins. Viktor fórnar sig fyrir skotið. Fyrir dagsnegla frá honum Andra Skúlasinni. Viggo hérna leggur af stað. Skilur hann eftir fyrir Viktor. Viktor færa sig hérna resatæklingu. Hér komar Andri Skúlamur sleggju skot bara á ramman. Eltir hann uppi. Martin. Viggo. Martin aftur. Martin Svoboda þar að segja. Martin kemur pekkinum yfir á Hilmar. Hilmar hér. Hér dómur, biðdómur á Akureyringa. Og hér flautar Sindri. Og það fella. Eða tripping eins og þeir kalla á frummálinu. Já,
Þetta Arnar Kristjánsson sem að fara hér í boxið í 2 mínútur fyrir að fella eða tripping. Já. Býðum við. Nú verður að ræða eitthvað hérna saman dómararnir. Og hér beðið. Ómargir leikmenn. Ómargir leikmenn fær Akureyri á sig hér. Og það Bjarmi Kristjánsson sem fer í boxið. Þeir spila, já, 2 mönnum hærri Akureyringar næstu 2 mínútur. Þetta eru dýr mistök hjá Akureyringum. Við fáum uppkast hér í varnarsvæði SA. Staðan 3-2 fyrir SA. Og þeir spila 3 á móti 5 hér næstu 2 mínúturnar eða svo. Og það Fjölnir sem vinnur uppkastið hér. Martin Svoboda, nei, þetta var Líridon sem tók hér uppkastið. Andri Helga hér á hátt uppi. Hvað gerir Andri? Á Líridon. Andri aftur. Líridon tekur skotið. Það var svolítið vítt framhjá. Styrmir kemur og hjálpa sínum mönnum. Andri Helga hérna, leggur af stað. Sendir yfir á kantinn, þar Líridon. Þar Viktor Örn. Martin Svoboda, Líridon. Martin siglur á miðuna. Tekur skotið. Lenda hérna í einhverju kilfuð eitthvað og yfir. Akureyringar hér í magnaðri baráttu. Koma pekkinum áfram. Alla leið áfram. Hér dómur. Já. Sýnist Martin Svoboda vera að fara hér út af. Martin Svoboda 2 mínútur fyrir að fella. Og hann uppsker 10 mínútur í viðbót fyrir að slá kilvunni í glerið. Ekki það nú það sem dómararnir vilja sjá hér í þessum leik. Nú Sindri Gunnarsson hér dómari leiksins að ræða við fyrirliða liðana. Væri áhugavert að heyra þetta samtal. Og hvað? Mér sýnist nú Róbert Hafberg vera að fara hér í boxi líka. Það eru greinilega 3 leikmenn SA eru komnir í boxið. Þetta eru með mesta móti. Það eru 2, já, 1 leikmaður í refsibóksunum Fjölnismegin. Öllum líkindum vantar einnig viðbót til að sitja þessa 10 mínútur sem Martin Svoboda fékk aukalega. Já,
Gunnar Guðmunds, þjálfari Fjölnis, hefur tekið ákvörðun að setja Brynjar nokkuð Bergmann í boxið þarna til að setja þess að 2 mínútur. Það væri einstaklega fróðlegt að fá að heyra og vita hvað er það sem er verið að dæma hérna. Þannig að við förum hér á við upplýsingatækninar og reynum að finna út úr því hvað í ósköpunum er að gerast. Já, mér sýnist já, það þarf eitthvað að diskutera þetta. Dómarnir sem Arnar og Bjarmi er að sitja eru nokkuð skýrir. Það er annars að 2 mínútur fyrir tripping og svo ómarga leikmenn. Og nú bíðum við bara eftir að sjá hvað kemur úr öllum hinum dómurum, því að nóg er að taka. Já, hér er mikið samtal að eiga sér stað milli dómarana og ritarabóksins. Já, mér sýnist Róbert Hafberg vera að fá 2 mínútur fyrir leiktöf. Þá erum við svolítið búin að klára það sem er hér í refsibóksunni hjá SA. Og þá bíðum við spenntir eftir að refsíkarnar hinnar dett upp á skjáin og þá getum við fara að rúlla þetta af stað. Við þurfum að hafa þetta rétt á klukkunni svo að menn viti nú almennilega hvernig þeir eiga að spila. Já. Mér sýnist þetta fara að rúlla af stað. Hann er komin auð með hendina, hann Sindri. Face-offið tekið hér fyrir utan blá línuna hjá Já, nú verð ég bara að viðurkenna það að ég er heldur hlessa með þetta. Spila 5-3 eða hvað? Nei, þeir spila 4-3.
byrja segir Sindri og ég er sammála honum. Þetta er búið að taka alltaf langan tíma hérna. Nú rúlum við bara í uppkastið. Eitt drop bingo. Takk fyrir Ingólfur. Og hér er húnna. Hilmar hér fjall við. Akureyringar henda bekkinum út. Og það leggjast það. Robby Páls komin á siglingunni hérna. Langt flestir orðið nokkuð frískir eftir þessi fínu kvíld sem þeir eru búin að fá hérna senast að korter eða svo. Viggo, komin inn í hot, komin bak við mark, sendir Robba Páls. Martin, Robby. Og þar er Viggo. Viggo, langt yfir og Martin. Martin tekur skotið, pökkurinn laus. Og Unnar Hafberg hendir pekkinu bara út. Robby snýr við hérna eiginlega næstu einn og yfirgegin, löng sending upp á kantinn hérna, hver er með hann? Það er Liridon, reynir að komast fram í hérna, nær því ekki. Andri Mig hendir pekkinum hér, þvert og endir langt yfir. Andri Helga, yfir á kantinn hér, hver er þar? Það er Falur, hann er nú frískur á fótunum, hann Falur, komið bak við mark. Eitthvað hafa menn verið, eitthvað eru menn áttaviltir með hverjir hafa farið inn og annaði þeim úr. En það breytir því ekki, við fáum 4 og 4 hér. Uppkasti hér í varnarsvæði SA. Eins og þessi lota hefur spilast, þá er Fjölnir búinn að vera atkvæða meiri. En hann fer nú er Sindri eitthvað að ráðfæra sig. Já. Og hér bara að rúlla þetta áfram. Uppkast varnarsvæði þessa. Nóg er tafir í þessum leik. Keyrum þetta af stað. Það er Fjölnir sem er uppkastið. Andri Helgason hér. Liridon sendir aftur yfir á Andra. Andri tekur skotið og mark! Rosalegt mark! Þetta er mikilvægt mark fyrir Fjölni. Ná að skora hérna og jafna metin hér í seinni hluta, annars leikhluta. Ekki hægt að kalla þetta powerplay mark þar sem liðin voru jöfna styrk, en Þvílík þolinmæði hjá Andra Helga þarna á pekkinum. Þeir héldu að hann myndi skjóta þarna miklu fyrr. Hann dokaði í 1-2 augnablik og það dugar til að koma sér í ennþá betri stöðu og lét pökkinn vaða beint í netið. Hér er brot í uppkastinu. Ekki brot, hvað við að kalla þetta. Menn leikmenn verið að vera kjurir. Æja, áframhaldum við. Martin Sivanek. Og það er pökkurinn hér í hálóftunum. Jói Leifs kominn hérna sína venjubundu siglingu, fer á bak við mark. Bergþór. Hilmar vinnur annarpörngi, Viggo kominn að stað. Viggo sendir tilbaka á Martin. Martin hér rétt aftan við pökkinn. Jói Leifs eltir hann. Hér stoppa allir svartir á bláu línunni. Andri, Martin kominn þar, tökur skotið. Robert Engriðsson
sá þetta allan daginn og greip þetta næstan auðveldlega á loftinu. Nú eru Fjölnismenn orðnir 5 á móti 4 SA Víkingamönnum. Sem var ekki bara SA Víkingum. Þessi refsivandræði hjá SA Víkingum eru búin að vera dýr. Staðan er 3-3, 6 mínútur 27 sekundur eftir að öðrum leikluta. Þeir vinna þetta uppkast hér, Fjölnismenn. Pökkunum komin yfir. Andri Líriðón reynir að koma pekkinum einhvern veginn laumulega framhjá og gengur illa. Viktor Líriðón. Andri reynir hann að senda ykkur á Fal en Falur fýpast eitthvað. Líriðón, alla leið yfir. Andri tekur bara skotið. Og við fáum uppkasti hérna. Og það er Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Arnar komum bak á markið. Rennum koma pekkinum út. Það er Líriðón sem eru á bláu. Andri tekur bara skotið. Lendir hérna í leggjónum og Mattíasi og pökkurinn speglast upp í möskona. Nú vil að Fjölnismenn taka uppkasti hinum megin. Það er allt í lagi. 15 sekúndur þangað til að Róbert Hafberg dettur inn fyrir SA Víkinga. Og það er Fjölnir sem vinnur þetta. Líriðón kom með pökkinn hérna inn fyrir. Hvað gerir hann? Tekur skotið. Skýtur pekkinu bara í lappinn á Atla. Pökkurinn skoppar hérna út. Það er Falur. Falur hérna dansar þér fram í á 1 og 2 og 3. Þeir ná pekkinum áfram hérna. Já, en ekki nógu langt áfram. Pökkurinn er komin einn hérna. Róbert Hafberg einn. En Styrmir Örn Snorrason hefur séð þetta áður og var komin hann langt út úr markinu og kom pekkinu frá. Kolbeitt kemur pekkinu með frá Róbert. Þeir eru að reyna að koma pekkinu inn aftur. Gengur hálflega erfiðlega. Róbert Hafberg komin hérna aftur á stað. Kom pekkinu fyrir bláu. Reynir bara að skota hann á erfiðu færi. Andri Helga. Pökkunum komin út. Viggo. Kolbeitt sveip hérna með honum. Viggo. Kolbeitt. Tökur skotið. Það var snögt skot. Og Róbert Steingríms í marki. SA átti, já, ekki til fullt í fangi en hann var að viðbúinn. Skot frá Jóhanni Mar. Fáum líklega stannað hérna, eða hvað? Nei, hann fer yfir á hann Martin. Martin reynir að koma pekkinn fyrir markið en gengur illa. Varnarmúrinn hjá SA er þéttur. Alls konar spilameski í gangi hérna núna. Pökkurinn dinglundangur hérna. Og hér reynir Viggo að brjótast í gegn en hann er tekinn niður. Og mér sýnist hann Andri Skúla að vera að skella sér í refsibóksið. Fær 2 mínútur fyrir að fella. Já, tripping. Aftur eru SA Víkingar orðnir 4 á móti 5 Fjölnismönnum. Falur kom með pökkinn inn þar uppkastinu. Andri. Líriðón hátt á miðunni. Líriðón, pökkinn hér. Yfir. Líriðón aftur með pökkinn. Tekur skotið. Pökkurinn laus. Hvað er að gerast? Hann endur á Atli sem tekur pökkinn inn út. Hann siglir inn áfram. Kemur 1 og 2. Hann er komin áfram. Hann er stoppaður hér. Líriðón stoppaði þessa sókn hjá Atla.
Andri Helga á siglingunni, en hann stoppaður af Bergþóri Ágústsssyni. Enda hann á varnarmannakyni. Andri Mig kominn í háu pressuna hérna. Martin Semanek kominn áfram, hendi pekkinu bara djúpt niður eftir. Það er að reyna hana Hilmar, reynir hann að skoti bara í gegn. Reynir hann og Martin, skotið yfir. Mjög tafst hérna allt saman. Hér liggur Róbert Steingríms í ísnum. Eitthvað hefur hann fengið á sig. Hann Róbert hann í markinu. Dómararnir eitthvað að ráðfæra sig hér. Hvort að þeir hafi séð hvað hefur gerst. Það var sannarlega gerð hraustleg atlaga að markinu. Það verður að koma í ljós hvað dómararnir segja með þetta. Hann fann að reisa sig við hann Róbert í markinu. Hann virðist í lagi. Já. Það er náttúrulega öryggi leikmanna skiptir hér höfuðmáli. Flott hjá Sindra dómara hérna að stoppa leikinn eiginlega bara leið og hann sá hann liggja. Og við háum uppkast. Akureyringar verða manni færri hér í 36 sekúndur viðbót. Og hér vinnur Fjölnir uppkastið. Robby Páls. Siglir miðuna. Sendi ykkur kantirinn. Rosalegt skot hjá Martin Semanek en það var of vítt. Fór bara framhjá og yfir. Pökkurinn kominn yfir á kantinn. Þannig Viggo. Viggo er hérna, missið pökkinn þegar. Hér er kominn Róbert Haberg á fullri ferð með ánum. Hann er einn og yfirgefinn hérna. Það er enginn með ánum. Viggo kemur pökkinum áfram. Það er Robby Páls. Hann setur pökkinn tilbaka. Það er Martin Semanek. Martin. Aftur yfir Robba. Robby sendur bara pökkinn á ramman bara. Hér flautar Ingólfur línudómari rangstöðu á Fjölni. Og við fáum uppkast hérna rétt fyrir utan varnarsvæði þessa. Og það er SS sem vinnur þetta. Viktor hendir pekkinu bara inn í svæðið. Whoops, þetta var tæpt þarna. Arnar snýr hérna við. Kemur pekkinu yfir á Bergþór. Yfir á Andra Mig. Bergþór aftur hérna. Hann er komið pekkinu inn í svæðið. Hendir bara á ramman. Eitthvað menn ósáttir við þetta. Svo sem ekkert út á þetta setja held ég. Hann var ekki búinn að skýla pekkinum, hann styrmir hann í markinu, þannig að þá er pökkurinn alltaf fair game eða pökkurinn í leik öllu heldur. En hann setur pökkinn sannarlega niður á pökkinn augnabliki eða hálfu augnabliki áður en Björn var kominn. Við fáum uppkastið. Og það er SS sem vinnur uppkastið. Bergþór tekur bara skotið. Áfram halda Akureyringar að vinna uppkastinn.
Bergþór. Kemur pekkinu djúpt niður á Jóa Leifs. Jói kemur pekkinu fyrir og pökkurinn skoppar hana eiginlega bara af styrmi og upp í loftið. Og hér koma áfram hérna Kolbeitt kominn inn. Kolbeitt eitthvað bara skotið. Styrmir verið þetta. Það er kominn léttur hitt í menn. Hér kom Akureyringar. Flott sending hérna fram, náði ekki alveg að hitta og hér er rangstaða, nei, fyrirgefið, fristing. Munaði örlitlu. En fótfrái Unnar Hafberg Rúnarsson náði nú að stinga hann af. En og taka hann að hybrid-dessingu, það var ekki alveg, vantaði örlítið upp á það. Jæja, Akureyringar sem ná völdunum með þessu uppkasti. Atli sendir yfir. Róbert Hafberg chipa pekkinum áfram. Aftur, Unnar kominn hérna á siglinguna. Það er kallað spila, áframskar spilað. Hann er falur, Baltasar pressar á hann. Líridon kominn að stað hérna. Hvað gerir hann? Hann er með pökkinn hérna, missir hann frá sér. Það er Baltasar hérna, tekur snúninginn, sendir tilbaka. Löng sendinginn upp í þér á Róbert Hafberg. Jói Mar pressar á hann. Reynir hann að sendingu fyrir, hefnast ekki nægilega vel. Martin Semanek kominn að siglinguna. Viktor Moisesek hrasar hérna. Skópla pekkinum inn í svæðið og við fáum fristingu. Tæpa 30 sekúndur eftir að öðrum leikluta. Þetta er búið að vera, já, leikur tafana, það er ótt að segja það. En liðin spila 5 og 5. Og það er Líridon og Jói Leif sem mætast í uppkastinu hér. Og það er Jói sem hefur betur. Og það er skot á ramman. Eitthvað er menn að ræðast við hér í horninu. Svo sem ekkert óeðlilegt við það. Það verður óskandi ef við getum bara að fara beint í uppkastið. Menn hætta þessari þvælu og spila bara hockeyleikinn. Það er til annar staður og tími fyrir hitt. En menn vilja standa í því. En við erum ekki að bjóða upp á það hér í kvöld. Já. Og hér fáum við uppkastið. Þar er, já, Jói var hann í baráttunni en það er Akureyringar sem ná svona kannski aðeins að vinna þetta uppkast. Og hér náður komast inn í uppkasti. Andri Helga hérna kominn á siglinguna. Hann kominn inn í svæðið, reynir að komast framhjá, tekst það ekki. Pökkurinn sendur í lappirnar á línumannum. Það getur ekki hafa verið þægilegt. Og Róbert Stengaris í markinu ver pökkinn en kemur nú strax í spil. Og hér rennur leiktíminn út í öðru leikluta. Þetta var, já, þetta var hörkuspennandi leikluti. Það er óhætt að segja það. Við ætlum að taka okkur hér léttar 15 mínúna pásu. Ég legg til að þið gerir slíkt þið sama. Og við sjáumst hér bara eftir augnablik.
Jæja, góður Álfsar. Það er hiti í húsinu. Sagði einhver hérna rétt áðan. Þá erum við ekki að tala hitastigið í stúkunni. Þá erum við að tala hitastigið inn á svellinu. Staðan er 3-3. Akureyringar voru atkvæða meiri í markaskorunni í fyrsta leikluta. Komnir í þægilega stöðu. En refsi vandræðagangur í öðrum leikluta og já, hvað var að kalla þetta? Uppstigið hjá Fjölni í öðrum leikluta. Skóp þessi tækifæri og mörk sem Fjölni náði að skora í öðrum leikluta. Eitt af þessum mörkum, já, eitt af svona flottari mörkum sem ég hef séð bara deildinni í vetur. Þetta verður mark númer 2 hjá Fjölni. Tekur bara pökkinn á, eða næstuði á fluginu. Áfram eru tæknivandræði að valda hér töfum í Egilshöllinni. En það er afar ánægilegt að sjá að það er þokkalega mætt í stúkuna. En sannarlega hér nóg af sætum í boði. Ef fólk vil ná hér seinustu mínútunum í leiknum. Svona fyrstu bráðabirgða tölur eftir 2 leikluta í skotum er að Fjölnir tók 9 skot í fyrsta leikluta og 3 í öðrum leikluta, á meðan að SA tók 20 skot í fyrsta leikluta og 0 í öðrum leikluta. Og ég ætla að ítrekka, þetta eru bráðabirgða tölur. Þið gera skrýtnar, en ég er ekki í því að telja skot á mörk. Það er aðrir í því. Eitthvað er verið að eiga við markið hérna í, já, hvað var að kalla þetta, vesturendanum. Sýnist nú að það sé komið nú bara slatti að tækni fólki í þetta, að reyna að leysa þetta. En ég er búinn að fá hér skilaboð, símtöl og spurningar varðandi dóma sem hafa komið hér, hafa fallið hér í öðrum leikluta. Ég var hissa á þeim sjálfur, en við látum það bíða til síðari tíma. Nú er Sindri Gunnarsson búinn að flauta hér og ætlar að fá að hefja þriðja á, ja, mögulega seinasta leikluta. Og það eru Akureyringar sem vinna þetta uppkast.
Arnar kemur pekkinum áfram á Andra Sverris og Jói Leifs er komin hérna inn í svæðið, reynir að koma pekkinum áfram. Ja, hefnast eitthvað illa, lendir hann í löpunum á Brynjari Bergmann. Jói yfir á kantinn á Bergþór kemur pekkinum áfram. Áfram koma pekkinum áfram. Andri Sverris eltir. Arnar með honum hana. Brynjar Bergmann sem tekur pökkinn, skóplar honum út. Unnar tekur hérna smá hringsól. Býður átækta, kemur pekkinum yfir á Björn Már Jakobsson. En það er Viggo sem nær að blokka þessu og pökkurinn skoppar út af. Og já, það er dundrandi músík hér eins og oft vill verða á hockeyleikjum. En við fáum uppkast hér fyrir utan varnarsvæði SA. Léttur vandræðagangur hérna sem SA Víkingarna ánýta sér. Baltasar hérna kominn á kantinn. Og það var Hilmar sem náði að koma pekkinum áfram yfir á Viktor. Viktor reynir að senda hann áfram. Það er Atli Sveinsson sem kemur pökkinn undan marki hérna. Og hann siglir af stað, hann er komin á ferðina. Og hann bara fyrir í gegnum Martin Semanek. Þeir eru ennþá með valda á pekkinum. Unnar, löngsending yfir á Robert Haberg. Robert, reynir að koma pekkinum áfram. Viktor fyrir Fjölni, næra eitthvað krafsi í þetta. Kemur pekkinum alveg yfir. Það er Atli, Viggo á mótunum. Rosaleg spilamennska hérna hjá þeim. Og hvað? Eitthvað eru menn heitir hérna. Já, Sindri er að tína það út á einn af öðrum hér. Sýnist Hilmar er að fara í bóksið fyrir Fjölni. Já, gott, Viggo er ekki líka fyrir bóksið. Nú eru orðnir 3 Fjölnismegin í bóksinu. Martin Svoboda er að sitja af sér þessa 10 mínútur. Og hér verður vonandi sem styðist að ástæðna hér varðandi refsingarnar. Sýnist línudómararnir vera að sækja einn leikmann SA Víkinga út. Jæja, eitthvað vilja SA Víkinga ræða við dómarann. Já, hann fann hana leikmann sem á að fara í bóksið. Já, mér sýnist Atli Sveinsson vera að fara í bóksið hér líka. Ætlir sé ekki að fara í refsibóksið saman. Það verður samfattandi refsing. Liðin spila áfram 5 á 5. Að ég held. Þeir eru að fara að setja synkorar 2 mínútur. Nei, þeir spila ekki 5 á 5. Það sem eru 2 Fjölnismenn sem fara í bóksið. En við fáum 2 mínútur upp á klukkuna. Spila 5 á 4. SA Víkingar næstu 2 mínútur eða svo. Andri Mig yfir á Ormur yfir á Jói Leifs. Jói Leifs tekur skotið. Styrmir verð þetta. Jói Leifs næði pökinn aftur. Ormur. Jói siglir frá miðju hérna. Yfir á Ormur hérna. Yfir á Jóa. Jói tekur skotið. Lendir hann í vörninni.
Ormur heyrði pökkinn hérna rétt inn fyrir bláu. Hann hengur á honum hérna. Ormur aftur, Jói. Sendir hérna á andra mig hérna hinum megin. Jói komur á kantinn, Jói mig á miðuna. Andri Sverris, löng sendi kaupur. Ormur skotið, varið hjá Styrmi. Þeir eru nóg pekkinum, Andri mig nær pekkinum. Reynir hann að skot, en lendir í vörninni hann á hún og Sölva. Löng sendi getum på kantinn, það er Jói Leifs. Arnar, kominn pökkina, niður í sitt eigið svæði. Horfir yfir. Andri Bergmann pressar. Nei, Brynja Bergmann, fyrirgefið. Nei, engin æsing er en það er haldið áfram. Og að negla hérna fram. Það er Brynja Bergmann, reynir að taka bakhöndina, nærið ekki. Fjölnismenn eru heldur kaldir hér að pressa manni færi. Þeir gera það samt. Baltasar, reynir að komast gegnum allt og alla. Björn, reynir skútur lungu færi, framhjá. Robert Haberg hér, kantinu. Unnar með honum. Robert kominn hérna yfir á miðuna, yfir á Unnar, skotið hátt yfir. Hefði mögulega farið inn, hefði hann verið 10 cm fyrir neðan. Fjölnismenn halda áfram hérna. Hilmar tekur skotið yfir. Viktor. Hér stöðvar Sindri leikinn. Hér liggur SA Víkingur í ísnum. Hann hefur eflaust meitt sig eftir samstöðu í horninu. Ég sá það nú ekki nægilega vel hérna upp úr lýsendastúkunni. Hann er búinn að... Hér stendur hann upp. Sýnist þetta að vera Robert Haberg sem stendur upp. Harkar þetta af sér. Við fáum uppkast í varnarsvæði SA, liðin spila 5-5. Andri Sverris hér, nær pekkinum, kemur pekkinum áfram, yfir Andra mig. Nær komum pekkinum inn, Andri Sverris fyrir pressuna, sendir beint í hendunar á honum. Ótrúlegt mark! Þetta var stórhættuleg sending. Ég veit ekki hvað varnarmaður var að hugsa þarna. Sendi bara beint á spaðan hjá Jóa Leifs. Og Jói Leifs fór bara í það að klára færi sem hann fekk gefins á silfurfati. Staðan orðin 4-3 fyrir SA Víkingum. Það er Fjölnir sem vinnur þetta uppkast hér. Viktor Örn hér, sækir pökkinn, niður í svæðið, yfir á Martin, Simanek. Martin yfir á Viktor, Viktor hérna áfram. Aftur yfir á Martin. Kolbeitt, sendir hérna áfram á Hilmar. Hilmar komur á siglinguna hérna. Það er Hilmar, reynir hana, þröngt færi, pökkunulaus, áfram pökkunulaus. Robert Stengriðsson frystir þetta bara. Við fáum uppkast hér.
Það er Fjölnir sem vinnur uppkastið. Kolbeinn Sveinbjarnarson tók bara skot eiginlega bara næstu beint upp úr uppkastinu. Og hér kom hann. Viggo komið djúpt niður. Mikil pressa hjá Fjölni hérna núna. Koma pökkinu minna áfram. Viktor Örn elti pökkin. Sendi pökkin þvert yfir á Martin. Fjölnismenn skipta hérna. Þess að Víkingar ná eitthvað að stilla sér upp hér í eitthvað varnarspil. Andri Helga hérna, leggur að stað. Skópla pekkinum áfram. Inn á kantinn. Pökkurinn eitthvað að þvælast hér á miðunni. Kalla að spila hér. Engin æsing, hann snerti pökkinn hér á miðunni, hann Pétur Sigurðsson. Það snúi hérna við. Falur, pökkinn yfir. Og Andra Helga, Andri siglir áfram. Akureyringar ná eitthvað að stöðva þessa sókn hjá Fjölni. Falur leggur af stað, kominn á siglinguna hérna. 1, 2 og 3 í kringum hann, hvað gerst hér? Og Lýritor skorar! Þetta var rosalegt spil, krakkar! Fjölni er búinn að jafna hér aftur. Þvílíka sendingin hana. Þeir voru hana 3 varnarmenn þess að gleymdu honum Lýritor hana á bak við sig. Og hann þakkaði pent fyrir sig og renda honum á milli lappana að Róberti Stengur sinni í markinu. Hér er aftur brot í uppkastinu. Og við fáum hann endurtekningu á því. Það er Akureyringar sem vinna þetta uppkast hérna. Arnar kemur pekkinu niður. Pekkinu við skópla hérna upp í loftið. Arnar sækir pökkinn. Brynjar Bergmann eltir hann. Fellur við næstu því. Sendingin á kantinn. Hér er Jói Leifs kominn á siglinguna. Hann er kominn inn, kominn á miðuna. Hvað gerir Jói? Jói sendir pökkinn fyrir. Ná hann ekki alveg hann Andri Mig sem var hann á leiðinni. Jói reynir aftur. Pökkurinn helst inni. Bergþór með hann. Tekur skotið. Styrmir í markinu varaði þetta frá. Bergþór kominn hérna niður í sitt eigið svæði. Sendir þvert yfir. Það er Atli. Atli kominn með hann. Sendir hann bara niður í horn. Akureyringar ætla sig greinilega að vinna svæðið og pressa stíft. Viktor hérna með matta í bakinu og fleiri. Já, Unnar Rúnarsson og fleiri. Það er alltaf að gera sinna. Unnar kemur með pökkinn, Unnar komur út. Reynir að koma með pekkinum, wraparound, gengur ekki. Sending upp á, Kolbeinn Sveinbjarnarson. Nei, já. Barátta pökkinn hérna. Áfram með barátta. Pekkinum potað hér, lengra og lengra. Næst ekki, Hilman er að spegla sig eitthvað inn. Atli, kominn af stað, hendir pekkinum bara inn í svæðið. Martin Semanek, róar aðeins niður hérna. Aðeins að ná einhverju skipulagi hérna. Lýritor, kemur hérna, framhjá. Kominn inn í svæði, hvað gerir Lýritor? Tekur skotið, lendir hann í vörninni hjá SA. Falur, heldur áfram. Fyrir hana. Reynir hann að sendingu þvert fyrir eða skot, hvort er það? Falur aftur með pökkinn. Löng sending hann yfir. Þar var Martin Svoboda. Jói Mar sendir yfir á Martin Svoboda. Martin, hvað gerir Martin? Yfir á Andra Helga. Andri Helga tekur skotið, lendir í sínum eigin manni þarna fyrir fram markið. Ágúst kemur pekkinu djúpt niður, skautar með pökkinn yfir miðju og hendir inn. Martin Svoboda hér, sendir tilbaka. Fjölnismenn að róa aðeins niður hérna.
Þeir skjóta pekkinu langt út. Hér er hybrid. Það er kallað að spila. Við spilum áfram. Kemur Arnar. Hann kemur á siglingunni. Kemur pekkinu á miðuna. Býnum við. Brynjar Bergmann komin á fleygiferðina. Hvað gerir Brynjar? Hvað gerir Brynjar? Brynjar reynir hann að skot. Næði því ekki. Jói Leifs. Skópla pekkinum út. Það er Viktor. Kemur pekkinum áfram. Lendir hérna í varnarmanni ESA. Jói komur aftur á stað. Jói. Hvað gerir Jói? Jói hérna. Feldur. Kominn dómur. Hér kemur dómur. Já. Robby Páls. 2 mínútur fyrir að fella. Það eru komnar uppfæra tölur, skottölur eftir annan leikhluta. Það varu 25 skot Fjölnis og 30 skot SA. Það hljómar svona líklegra heldur en hinnar bráðabera tölur sem voru áðan. Baltasar hérna í baráttunni. Kemur pekkinu á kantinn. Björn. Hendi pekkinu í hot. Baltasar er þar. Þar mætir honum Martin Semanek. Sem er að koma pekkinum út og hendi pekkinu bara hátt og langt í burtu. Atli, hann getur skautað, sjáðu það núna. Hann kemur hérna á, siglingun á stað. Hann bara fer á stað. En þeir ná að pota hérna í pökkin hjá honum, þannig að hann missir hann frá sér. Áfram eru þeir eitthvað að vandrast með pökkin hérna. Unnar. Það er þó valda á honum. Sendir yfir á, Björn. Björn, niður í hot. Þar er hann Atli. Atli hérna, róar það aðeins niður. En það eru þeir á yfirtölunni hérna. Ef að gefa sér einhver tími í þetta. Björn. Baltasar. Atli. Baltasar. Tekur bara skotið. Viktor. Hátt og langt í glerið. Kaupir þeim tíma. Þeir eru farið í skiptinguna hérna. Þriðja lotan, hálfnuð. Rétt rúmlega. 40 sekúndur eftir refsi tímanum. Falur. Nær hérna valda á pekkinum í hlutlausastöðuna og hendur honum inn. Atli róar þetta hérna bak við markið. Kemur Jói. Jói leggur á stað. Sendur á Andra Sverris sem kemur á Andra Mík. Andri Mík er kominn inn í svæðið. Hvað gerir Andri? Kominn hérna. Sendir hérna fyrir. Ormur skotið. Pökkurinn laus hann fyrir fram markið. Hvað gerist? Ormur grípir pökkinn úr lausu lofti. Pökkurinn lendir aftur í vörninni. Mikil vandræði hjá Fjölni núna að reyna að skipuleggja varnarleikinn sinn. Hver er kominn hér? Andri Helga nær ekki að sóla sig í gegn. Robby Páls. Robby Páls kominn inn í svæðið, missi pökkinn. Jói Leifs, sendi ekki yfir. Hver er þar? Jú, Unnar Hafberg. Rangstaða. Já, öllu heitara verður það ekki. 4-4, 8 mínútur og 50 sekúndur rétt eftir að þriðja leikluta. Það er Fjölnir sem vinnur uppkastið. Viktor kemur yfir á Martin. Martin yfir á Viktor aftur. Viktor hér í vandræðum. Mikil pressa á honum. Hann er að missa pökkinn. Hann er nær rétt svo að koma pökkinu burt. Hann er samt einn hérna. Hann er að komast út úr þessu. Ótrúlegt. Viktor heldur áfram. Kemur pökkinum út úr svæðinu. Björn. Aftur er Viktor öll komin hérna. Hann er bara potturinn á pannan í öllu hérna. Hvort sé það sókn eða vörn. Ég skal segja ykkur það. Kolbeitt. Næra hérna. Trufla þetta. Viggo. Komin inn. Skýtur bara á ramman. Já, Viggo fær hér tiltal frá dómaranum. Hann má ekkert skauta að markmanninum og skella einhverju guðs á hann.
Við fáum uppkast inn í varnarsvæði SA. Og unnu þetta uppkast. Brynjar Bergmann tók bara skotið strax. Bergdór reynir henda sendingu Andra Sverris. Þeir ná ekki að koma spilinu út. Robby reynir að skópla pökkinu út. Það lendir í Andra Sverris. Andri Sverris tekur pökkinn inn. Andri hér í baráttunni. Og það Einar Guðni sem kemur pökkinum út. Akkurinn að snúra strax við. Arnar, Andri Sverris. Hvað gerir Andri Sverris? Hann reynir að skópla pökkinum inn. Róar þetta niður. Andri Helga hér með pökkinn. Djúpt niður. Hann tekur bara skoti bara á löngu færi. Biðinu við hvað að gerast hérna. Mögulega voru að reyna að spila upp á hæbrettina. Það hafi ekki verið Martin Svoboda sem lúrði þarna á fjæri bláu. Ætlaði að freista þess að vera fyrir til. Það breytir því ekki að við fáum uppkast hér í varnarsvæði SA. Og það Fjölnir sem vinnur uppkastið. Andri Helga með skotið. Ágætið skot. En Róbert Steingríms í marki SA sá þetta allan tíman. Aftur vinna Fjölnismenn uppkastið, en hér Baltasar komin á ferðina og stangarskot, ég skal segja ykkur það. Og hér pökkur laus, áfram pökkur laus. Þetta var hörku færið þarna. Við sjáum dæmi kraftin í loppunum á hann og Baltasar. Hann þurfti ekki nema 2-3 skref þarna til að stinga varnarmann Fjölnis af. Skaut hann í stöng. Svona þetta stundum. Það eru millimetrarnir og sentimetrarnir sem skilda hérna. Fjölnir verður uppkasti hér. Viktor, Hilmar komur að stað. Ormur stoppar hann hérna, en Viktor komur að stað. Ágúst hérna. Kemur upp. Missi pökkinn inn á vondur staðinn, nær hann samt aftur. Sendi pökkinn áfram. Pökkur lendir í skautunum hjá honum Pétri. Ormur rétt missir að pökkinum minna. Smá leikleysi í gangi hjá SA akkurat núna. Martin, Viktor, Hilmar skópla pökkinum á kantinn. Það Einar. Einar kominn niður í svæði. Reynir að senda fyrir, nærði ekki. Pökkurinn skoppandi hana, en Róbert Steingríms líst ekkert á þetta og fristir þetta bara leið. SA vinnur þetta uppkast. Atli, pökkinn bara í glerið út. En þeir ná að halda pekkinum hann inni. Robby Páls skóplaði pekkinum bara inn í hornið. Viktor reynir að halda pekkinum niður í sónunni, en Robby pökkinn í horni hérna, skóplaði pekkinum út. Það Björn Jakobsson sem kom með pökkinn, snýr hérna yfir áðurunni, hendi bara pekkinum bara djúpt yfir hinum einn á vellinum. Unnar kominn hann inn. Ormur missi pökkinn það fram hjá sér. Hér Lýridón kominn á flegiferð. Hver með honum? Brynjar Bergmann. Lýridón missi pökkinn með sér út af. Lýridón hérna, leggur á stað aftur. Hann kominn áfram, kominn í gegn. Tekur bara skotið. Vel varið hjá Róberti. Áfram vandræðagangur í vörn SA. Þeir eru að missa mennina fram hjá sér.
Rétt rúmar 5 mínútur eftir að þriðja leikluta, staðan er 4-4. Og það er skot beint þarna. Hilmar tók bara skotið beint úr uppkastinu. Mikil og há pressa hjá Fjölni hérna núna. Það er Hilmar sem tekur bökinn, missir hann út hérna. En er samt með stjórn á honum. Viktor. Skopla pekkjunum inn í svæðið. Kalla að spila. Andri Sverris, gefum pekkjunum yfir. Andra Mik. Andri Mik hérna, siglir inn í svæðið. Hvað gerir Andri? Dúla sér á bak við markið þarna. Biðnum við Arnar, skotið, hátt yfir. Pökkurinn lendir á netinu, á baknetinu og þá stoppum við leikinn. En Pökkurinn dettur ekki beint í leik aftur. Við fáum uppkast hér í varnarsvæði Fjölnis. Það hefur fjölgað lítið í stúkunni sem er flott. En hér fáum við uppkast. Sýnist þetta að vera Unnar Haberg og Liridon Dubliku sem eru hana í uppkastinu. Það er Martin Sobota sem reynir að koma pekkinum inn. En texta hérna, Falur, komið pökkinn inn. Og hér eru þeir. Jói Mar, tekur skotið, það er reyna að spekla honum inn. Andri. Spila sér á miðuna, tekur skotið. Robert, varði þetta vel. Og hér er Baltasar, kominn aftur á ferðina. Baltasar, tekur skotið. Fer hérna í killuna hjá Liridon Dubliku og upp í, já, bara upp í loftrasti kerfið, held ég. Og við fáum uppkast hér í varnarsvæði Fjölnis. Rétt tæpar 4 mínútur eftir að þriðja leikluta. Já, hér er uppkastið tekið vitlaust. Eða, hvað getum við kallað þetta, uppkastbrot eða uppkastsvillu, hvað sem menn vilja kalla það. Hér er Andri Sverris og Robby Páls í baráttunni í horninu. Andri Mik lúrir hann í humátt. Viktor, kemur pekkinum áfram á Sölva. Sölvi fær létta biltu frá Bergþóri. Jói Leif sér, sækir pökkinn, djúpt í sitt eigið svæði, kemur á stað. Kemur pekkinum yfir á Arnar. Arnar leggur á stað hérna. Arnar kominn á stað. Sendir hérna yfir á kantinn, það er Andri Sverris. Andri Sverris kominn inn í svæðið. Þar mætir Brynjar Bergmann honum. Og Robby Páls. Bergþór, kominn í færi hérna. Tekur skotið. Hátt yfir. Hann var eitthvað ekki alveg nákvæmlega svo að vera. Arnar, móti Brynjar Bergmann. Brynjar fer fram hjá hann. Nei! Já. Arnar Kristjánsson skellti hér killunni, já, ég tel óvart í andlitið á Brynjar Bergmann. Og uppskar hér 2 mínútur í refsingu fyrir það. Og mér sýnist hér hafa verið að taka timeout. Og það er, já, alltaf hafi ekki verið Fjölnir sem hafi tekið þetta timeout. Og þetta er, já, þetta er búið að vera æði fjörugur leikur. Það er óvægt að segja það. Búið að slatta mörkum og slatta brotum og færin eru búin að vera fjölmörg.
og við fáum vantarlega hér uppkast í varnarsvæði SA Víkinga. Nú geta Fjölnismenn freista þess að komast yfir 3 mínútur og 3 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Að öðrum kosti verður gripið til framlengingar 3-3. Og hér fáum við uppkastið. Það er Fjölnis sem vinnur það. Andri siglir inn miðjuna hérna. Líridón hérna á kantinu. Andri í miðjuna. Líridón, kanturinn. Þvert yfir. Skot. Pökkurinn laus. Líridón yfir að Andra. Andri. Martin. Skot. Martin yfir á Andra. Líridón. Og hver er þannig? Þetta var ágætlega útfært á Fjölnismönnum að vanta örlítið upp á sendingarnar. Líridón. Hér kemur Falur. Falur. Hvað gerir Falur? Komin inn. Reynir að lauma honum þarna. Pökkurinn ennþá laus. Laus pökkur hér. Líridón. Tekur skotið. Vel varið hjá Róberti hérna. Hann var svo köttur þarna í krísinni, segi ykkur. Snöggur niður, snöggur upp. Vel vakandi, hvað var að frétta hana? SA vinnur þetta uppkast. Reyna að koma pekkinum út, það gengur ekki. Robby Páls kemur pekkinum djúpt inn. Áfram er smá darradans hérna í spilinu. Hilmar róar það niður hérna á kantinum. Robby, Martin, Hilmar, tekur bara skotið. Lendir hérna í varnarvegnum fyrir framann og upp í loftið. Martin kemur pekkinum yfir. Reynanda skot. Brynjar. Fipast á sendingunni hérna. Hvort það var Viggo þarna á kantinum. 1 mínúta og 25 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Robby hérna. Fer fyrir sínu liði. Af stað bara hér. Hver er hérna megin? Jú, það er Líridón. Martin Svoboda missir pökkinn frá sér. Það er missað pökkinn aftur frá sér hérna. Er Unnar. Pökkurinn eitthvað þvælast fyrir mönnum. Hér er allir að takla alla. Hér er Líridón, komur á siglinguna. 1 mínúta eftir. Líridón komur inn að. Sendir pökkinn út úr blálínu. Ótrúlegt. Viktor Örn sendir pökkinn yfir. Þar er Andri Helga. Hvað gerir Andri Helga? Hann tekur bara dundruna inn. Alveg hinum inn yfir. Það er Martin Svoboda, skópla pekkinum í horni. Viktor. Hvað gerir Viktor? Það er á Líridón. Líridón. Andra. Hvað gerir Andri? Feikar skotið. Of lengi af þessu. 30 sekúndur. Sending fyrir. Pökkurinn er á lausu. Þeir eru komnir hérna. 2, 3 á 1. Það er Baltasar. Tekur skotið. Styrmir verð þetta. 20 sekúndur. Pökkurinn komur hérna. Atli. Lendir í vörninni hana. Líridón ætlar að taka pökkið með sér. Vissi ekki hvað hann var einu sinni. 10 sekúndur. Atli sendir pökkinn yfir. Hver er þar? Jú, Jói Leifs. Tekur skotið. Styrmi verð þetta. 4, 3, 2, 1. Ég skal segja hvað það gott fólk. Ég held að það þurfum við aðeins að endurstilla klukkunu hérna. Liðu alveg 2 eða 3 sekúndur. Já, mér sýnist við vera að fara í
Eina strángheiðalega framlengingu hérna. 5 mínútur, 3-3. Gullmark. Eða hvað? Það er sekúnda. Á, Sindri dómara hefur sagt. Það er 1 sekúnda. Og það getur, já, það getur allt gerst á 1 sekúndu. Ef þeir vinna uppkastið og taka skot strax, þar að segja Akureyringar, þá gæti það verið möguleiki. En það verður samt að segjast að það er afar hæpið að það náist. Og hér líður tíminn. Hér líður tíminn og við rúllum hér í framlengingu. Þetta er 3. leikurinn í deildinni í vetur sem fer í framlengingu. Fyrst voru það SR og Fjölnir sem tóku framlengingu og vítakeppni. Þar á eftir var það Fjölnir og SR aftur. Nei, þeir fóru bara í framlengingu, ekki vítakeppni. Þannig að þetta er fyrsta skipti sem SA er að fara í framlengda leik í deildinni. Og þetta spilast þannig að þetta er 3-3 í þessar 5 mínútur. Ef það nást ekki úrslit fyrir þann tíma, þá er farið í vítakeppni. Og það verður hér, pekkjunum verður droppað eftir 60 sekúndur eða svo. Ísinn er orðinn vel tugginn eftir þennan hammagang sem er búinn að vera hér í kvöld. Hér lóðbeint á eftir eru U16 lið þessara liða að keppa líka. Það getur verið stór skemmtilegt hockey á að horfa. Hvort sem það verður í streymi eða ekki, ég veit ekki. En skemmtilegu leikur enga síður að fylgjast með. Nú eru leikmenn rétt að ráða ráðum sínum, dómararnir líka. Og hér er komið að því. Hér hefst framlengingin. 5 mínútur, 3-3 fyrir SA. Arnar Kristjánsson, Jói Leifs og Andri Mikk. Viktor Örn Falur og Martin Semanek fyrir Fjölni. Styrmir í marki Fjölnis og Róbert Stengrims í marki SA Víkinga. Við fáum þetta hérna. Nú byrjar þetta. SA vinnur þetta uppkast. Arnar. Komaður. Arnar. Komin inn í svæðið. Martin pressar á hann. Senda pökkinn aftur út. Jói hér. Snýr tilbaka. Hér er svolítið bara maður og mann vörn.
Arnar, Jói. Jói komin í gegn hérna. Það gerir Jói. Jói komin að falla í alla hérna. Og það er skot. Held að Bökkurinn hafi lent hann í Jóa og farið bara upp í loft. Og við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Já, hvort hann lendi í Jóa eða í Styrmi markmanni, það er bara aukaatriði. Við fáum hér bara uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Baltasar, Unnar og að mér sýnist, já, breytir ekki öllu. Jú, þetta er Atli sem er ennþá hana, Robby Páls, Lyridon, hérna nær að komast inn í gegn. Meðan og með Martin, Svoboda, Atli, Lyridon nær að valda hann á Usla. Þeir komast inn í gegn. Skot, framjá. Atli sendir hérna yfir á Unnar. Unnar snýr bara við á punktunum. Fer inn í svæðið. Unnar kominn inn. Róar það sniður, býður eftir Atla. Siglar hann á miðuna. Færi hérna, skot, lendir í vörninni. Á honum Jóhann Emar. Og þeir ná að skópla pekkinum út. 3 mínútur, 25 sekúndur eftir af framlengingunni. Atli róar þetta niður. Atli rólegur á pekkinum hérna. Reynir að komast áfram. Hann kemst áfram. Hann er komin aðalega niður eftir. Tekur skotið. Styrmi ver þetta bara upp í möskvana. Við fáum uppkast aftur inn í varnarsvæði Fjölnis. 3 mínútur rétt rúmar eftir. Essa vinnur uppkasti hér. Arnar komin hérna bara lengst niður í sitt svæði. Hinkar eftir sínum mönnum. Sendir yfir á Jóa. Andri Mikkel með honum hérna. Jói kemur inn. Snýr hérna við. Sendir á Arnar. Vandraði gangur hér í vörninni hjá Fjölni. Þeir ná bá í hættinu frá. Sýndist Andri Helga hann að bara gefa á Styrmir í markinu. Fá hann bara til að stoppa þetta. Og það er uppkast hér. Varnarsvæði Fjölnis. Og það er Fjölnis sem vinnur þetta. Martin reynir að komast áfram. Það er potað í hann. Viktor Örn. Hann setur í gírinn. Siglar að stað. Hann er komin hérna. Komin upp á Atla. Komin fram hjá Atla. Hann er áfram hérna. Hvað gerir? Sendir yfir á Martin. Martin heldur hann inni. Martin heldur hann inni. Hann er komin í færi hérna. Hvað gerir Martin? Tekur skotið. Róbert ver þetta. Áfram er Fjölnis með stjórn á pekkinum hérna. Martin siglir hérna miðuna. Viktor tekur skotið. Hátt yfir. Pökkur rúlar út á svæðinu. Viktor kom pökkinn. Hann er með auðan ís fyrir fram að sig. Hérna og hann tekur skotið. Framjá. Hilmar mættur á kantinn. Hvað gerir Hilmar? Kemur hérna undan markinu Jasa. Hilmar. Hann er eitthvað að sóla sig í gegn hérna. Hilmar tekur skotið. Áfram með pökkurinn í spili. Hérna, færi. Lyridon. Stillir sér upp. Tekur skotið. Lendir hérna í varnarmúrnum Andra Sverris. Lyridon sendir pökkinn yfir á Robba Páls. Robbi sendir pökkinn bara tilbaka. Lyridon. Lauflétt mikstökina. Hilmar sendir á Robba Páls. Hvað gerir Robby Páls? Komin inn, tekur skotið. Róbert verð þetta. Rosalegt spil hjá Hilmari og Robba Páls hérna fyrir fram á markið. Pökkurinn laus. Eða hvað? Jú, Arnar. Hann er komin pökkina. Ákveður að róa þetta niður. 55 sekúndur eftir. Pökkurinn sendur í battan. Hver er þar? Unnar Hafberg. Pökkurinn sendur yfir.
Fjölnirna stjórn á pekkinum. Andri Helga hérna. Þetta er löng sending upp yfir. Þeir eru komin 2 hérna. Reynir hérna sendingu fyrir, heppnast ekki nægilega vel. Falur sprettur tilbaka. Þeir eru komin hérna, 2, 3. Unnar, sendur á Baltasar. Baltasar með fyrnar gott skot. Styrmir Snorrason í marki í Fjölnis. Katliður sem fyrr. 25 sekúndur eftir að þessari framlengingu. Það gerir allt í járnum. Bæði á höndum og fótum, liggum við. Uppkast. Varnarsvæði Fjölnis. Það er Atli sem næði stjórn á þessu, en hér fáum við dóm. Hér fáum við dóm, já, Sindri er að dæma hér Brynjar Bergmann 2 mínútur fyrir að krækja eða hooking. Og það þýðir að SA fær aukamann inn á ísinn. Þar sem þar get ekki verið færri en 3 leikmenn á ísnum í einu og SA tekur leikhlé. Brynjar Bergmann er að fá hér 2 mínútur fyrir að krækja. Nú er afar áhugavert að sjá hvaða þjálfari SA Víkinga Richard Tattinen gerir í þessum aðstæðum. Myndi hann taka sénsinn og kippa markmannunum út af, þannig að þeir séu eiginlega bara 5 á móti 3 eða ætlar hann að láta 4 af sínu toppskorurum fara í þetta. Má sjá. Jú, mér sýnist Róbert Stengrins vera að fara í markið hjá SA, þannig að þeir ætla að vera 4 og 3 þessa 20 sekúndur sem eftir eru. Það er algjörlega magnað við færum hér í vítakeppni. Og það eru Fjölnismenn sem svona ná eiginlega að vinna þetta uppkast, en það eru Akureyringar sem ná stjórnina hérna. Atli, Unnar, Atli, Unnar tekur skotið, Styrmir verð þetta, 4, 3, 2, 1. Hér rennur leiktíminn í framlengingun út. Og mér sýnist við, góður hálsar, vera að fara hér í vítakeppni. Nú hreinlega bara mann ég ekki þetta nægilega vel. Minnir þetta séu 3 víti á hvort hlið. Byrja á því. Mér sýnist nú Sindri, dómari leiksins, vera að fyrirskipa það að miðjan skal höflið. Vaðin og venjan þegar er að ræða vítakeppni eins og þessa, að þá er bara farið í það að þurrhefla miðjuna svona rétt rúmlega til þess að það sé nú ekki alveg allur þessi snjór, já, það sé ekki allur þessi snjór að þvælast fyrir mönnum. Og Jón Hefilmaður hér í Egilshöll er komin hérna inn og er að hefla miðjukaflan á meðan að Sindri Gunnars, dómari leiksins, er að ræða við fyrirliða liðana hvort liðið skal byrja og fá nöfnin á þeim leikmönnum sem eru að fara byrja fyrstu umferðina. En það er þannig að ef það er jafnt eftir þessi fyrstu 3 víti, þá er farið í bráðbana.
það skiptir máli hvor byrjar, hvor endar. Þetta er búið að vera ansi fjörugur leikur. Refsimínútum talið hingað til eru 26 mínútur í refsingu hjá Fjölni, 18 hjá SA Víkingum. En það kannski telur þessi 10 mínútna dómur hjá Fjölni hressilega í tölunni. Þannig að þetta eru svona álíka mínútur í bóksinu þennan leikinn. Nú er allan að komið þannig að þessi leikur er búinn að vera, já, æði langur. Nú er Hifilmeistarinn Jón alveg við það að klára að hefla ísinn og við getum farið í þessa mjög svo hressu vítakeppni. Verður áhugavert að sjá hvað þjálfara liðana hvað þjálfararnir í liðunum, hvaða leikmenn þeir munu setja inn í fyrstu umferð. Sýnist þetta að vera nokkurn veginn komið hjá honum Jóni. Hann á kannski eitt hring eftir. Þá getum við bara að fara að rúlla í þetta. Sýnist Sindri vera hér að skella pekkinum á miðuna. Svona eins og ferillinn segir. Og hér rúlar Hifilmeistarinn út af og línudómararnir eru búin að stilla mörkunum og eru í því að stilla mörkunum á sinn stað. Og mér sýnist allir vera nokkuð klárir í þetta og ég held að bæði lið hefðu viljað klára þetta í venjulegum leiktíma. En eitthvað þarf að bora markið niður Fjölnis megin. Það er fljótgert.
Já, hér Sindri Gunnars búinn að flauta þarna af stað. Mér sýnast Unnar Hafberg vera fyrsti maður sem að fara að skjóta fyrir SA Víkinga. Hér allir tilbúnir og hér leikjum við hann. Róbert leggur á stað. Nei, Unnar meina ég. Unnar kemur hérna. Unnar og skorar! Hann með snöggar og kvikar hendur. Hann Unnar. Og á móti kemur Viktor Örn Svavarsson fyrir Fjölni. Hann leggur af stað. Og hann skorar! Fast þétt skot undir púðan hjá Róberti. Staðan 1-1 í vítum. Jói Leifs leggur hér af stað fyrir SA. Annað víti. Og hann skorar! Hann með langa kylfu og nær að koma pekkinum alveg svona fram hjá honum Styrmi í marki Fjölnis. Og þá verða hinum megin að með sýnist Líridon Tipliku sem leggur hérna af stað. Og hann fer af stað. Og Róbert Vir! Róbert Vir! Staðan orðin 2-1 fyrir SA í vítum. Ef Baltasar nær hér að skora. Nei, hann nær því ekki. Það þýðir það að til þess að halda lífin í þessu, þá verður Andri Helga hér að skora úr þriðja og síðasta vitinu. Hann leggur hér af stað. Og hér lokast það, en byrði nú við. Kannski ég að muna þetta villustina, kannski þetta 5 víti. Mögulega þetta 5 víti. Ég beðst afsökunar á þessu. Hélt að verður 3, en þau eru greinilega 5. Eða hvað? Já. Björn Már Jakobsson kemur hér. Reynir hér léttan Fossberg. En nær því ekki. Kemur hér, Falur, leggur af stað. Hægir á sér aðeins, missir pöggið frá sig. Og Róbert Vir þetta. Og beint þarna, missa pökkinn frá sér, missir þarna stjórn á honum og næri kannski ekki akkurat í skoti sem hann villi. Atli fyrir SA, leggur af stað. Og Styrmir Ver. Staðan ennþá 2-1 í vítum, held ég. Og hér leggur hann af stað, Viggo. Og hann skorar!
Ég get svoleiðis sagt ykkur það. Og hefst á bráðabanni, sýnist mér. Falur hér, reynir aftur. Og hann setur hann yfir. Setur pökkinn yfir. Hann kemur Unnar. Unnar Rúnarsson siglir inn. Og hann nær ekki að koma pekkinu fram hjá Styrmi. Við erum ennþá í 2-2 inn í vítabráðabanna. Viktor Örn Svavarsson hérna, leggur af stað fyrir Fjölni. Róbert Steingrímsson verður þetta. Tekur þetta og blokkar inn út í horn. Jói Leifs kominn hér aftur fyrir þessa. Og hann leggur af stað. Og Jói Leifs geigar. Skýtur þarna í blokkar megin hjá Styrmi sem nær að spegla hann út. Spennan hér í hámarki. Hér eru allir áhræðendur komnir alveg út á brún. Og þá kemur Robby Páls fyrir Fjölni. Hann leggur á stað. Og Robby reynir að lauma hann á framhjá. Róbert Steingrímsson fór bara í splitt þarna, stanga á milli. Rétt náðu að loka Robba Páls. Aftur er Unnar Rúnarsson kominn hér. Hann leggur á stað. Styrmir ver hjá honum aftur. Þetta getur tekið alla nótt, krakkar. Viggo fyrir Fjölni. Leggur hérna af stað. Aftur ver Róbert. Róbert og Styrmir. Markmenni þessar liða hérna eru greinilega í fantastuði. Eru að taka hvert skoti á fætur öðrum. Andri Mig. Leggur á stað. Kemur á ferðinni. Styrmir ver frá Andra Mig. Hér er stúkan óðum að fyllast að leikmönnum og fleirum að fylgjast með þessu. Robby Páls leggur á stað fyrir Fjölni hérna. Hvað gerir Robby Páls hérna? Og hann skorar! Robby Páls laumar pekkinum á milli lappana. Nær að plata hann út á hliðina og renna pekkinu síðan á milli lappana á Róberti Steingrímssyni í markinu. Atli verður að skora hér. Atli leggur í hann. Kemur Atli. Nei, og þar er með þessu lokið. Styrmir Örn Snorrason, hetja Fjölnismanna hér í kvöld. Leiknum er lokið með sigri Fjölnis. 5-4 í bara næstuði lengsta leik deildarinnar, allan í mínum minnum. Stórgóðu leikur. Næsti leikur er á morgun
í hersteild kvenna Norður Akureyri. Ég hvet ykkur eindregið til þess að fylgjast með þeim leik annarkvort á staðnum eða í streymi. Leikurinn fyrir fram í Skautahöllin á Akureyri og hann hefst að mig minnir klukkan 18:30 segir allan hér í dagskráni. Ég heiti Helgi Páll Þórisson, búinn að fylgja ykkur hér í kvöld. Þakka fyrir mig, segi takk fyrir og góða nótt.